gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Herðu, við ætlum að ræða kristni og ástæðan að við erum að reyna að skilja bandarísk stjórnmál, ekki síst eftir morðið á Charlie Kirk sem að lagði mikil áherslu á kristni og talaði alltaf eins og kristinn maður og boðberi kristninnar. Og ja, kristnin stór hluti af makabyltingunni sem á sér stað í Bandaríkjunum. Og til þess aðeins að glögga okkur á þessu, að þá verðum við að skoða kannski Kristína á bakvið þessu og til að hjálpa mig við það hingað komin Skúli S. Ólafsson sem prestur í Neskirkju og Bjarni Randver Sigurvinsson sem guðfræðingur og trúarbragðafræðingur. Já. Og þú náttúrulega guðfræðingur en það er ekki prestur. Herðu, hvað þekkið þið til Charlie Kirk? Ég frétti á honum bara í kjölfar þessa ódæðisverks. Hann hefði verið ráðinn á dögum og í framhaldinu fór ég svona að fylgjast með þessum framgangi hans og ég auðvitað bara hann birtingamynd þeirra tíma sem við lifum. Maður sem að hefur þann kjark náttúrulega að taka þátt í opnu samtali við andmælendur sín og andstæðinga með þeim hætti að ég svona bara af minni yfirborðslegu yfirferð ég sé ekki betur að þarna séu sko 2000 sem hann hafi rætt við svona með þessum hætti svona svipað eins og við erum að gera núna. Ja, kannski aðeins öðru, það meiri svona burtreiðarstíll á þessu. Já, burtreiðarstíll á þessu og þetta höfðar til auðvitað fólk vill fá átök og vill heyra sem tekist á grundvallaratriðin. Svo aftur á móti það sem að manni sýnist málflutningur hans byggjast upp á mjög frábrugðinn því sem við stöndum til dæmis fyrir í þjóðkirkjunni og það mjög áhugavert finnst mér því að við erum sem samfélag í þjóðkirkjunni svolítið mikið að velta fyrir okkur stöðu okkar á tímum mikilla breytinga að við getum borið okkur saman við hreyfingar sem að skilgreina sig sem kristnar en eru í grunninn afskaplega ólíkar okkur á mörgu leyti. Þjóðkirkjan ekki með þessa hvað getum við sagt herská afdráttarlausu sýn á ýmis grundvallarmálefni sem varða siðferðisleg atriði til að mynda þungunarrof, stöðu samkynhneigðra sem varu tíma mikið deilumál innan kirkjunnar en það var ekki vegna þess hvort að fólk var að deila það hvort samkynhneigð per se væri æskilega eða ekki heldur vorum við að tala hjúskap samkynhneigðra og niðurstaðan var svo að við höfum gengið alla leið í þeim efnum og erum reyndar að ég held fyrsta trúfélag í heiminum sem að gengur þá vegferð og var það mikil blessun. Þannig að við sjáum það mjög mikill munur á þeirri hugmyndafræði sem menn eins og Charlie Kirk standa fyrir og því sem þjóðkirkjan stendur fyrir. Hvort ekki sagt vera kristni, þú ert að tala fyrir kristni og hann að gera það og þið hljómið bara eins og úr bara sikkurri deildinni. Hvers konar kristni það sem að þannig undir makarhefingunni? Sko, hún fjölbreytileg. Kristindómurinn eins og trúarbrögð gríðarlega fjölbreytt og jáfnvel þegar við smættum þetta niður í ákveðnar kirkjudeildir sem slíka að þá þegar betur skoða þá geta þess sömuleiðis gríðarlega fjölbreytilegar eins og rómversk-kaþólska kirkjan sem helmingur kristinna manna tilheyrir, svo dæmi sé tekið. Í Bandaríkjunum þá þarna að ræða í grófum dráttum tvo megin strauma kristindómsins sem makarhreyfingins sækir stuðning til. Það annars vegar evangelískar hreyfingar svo kallaðar innan Bandaríkjanna og hins vegar svona íhaldsamari angin af rómversk-kaþólsku kirkjunni. Evangelísku hreyfingarnar eru í rauninni
sem ein heild mjög óskipulögð. Þetta í rauninni stefna sem við finnum innan fjölmargra kirkjudeilda sem eiga rætur að rekja til mótmælanda á sínum tíma eða eiga hafa komið fram síðar sem klofningshópar. Og evangelismi sem slíkur í rauninni vakningakristindómur sem snýst það að leggja áherslu á að þú þurfir að taka persónulega afstöðu til Jesú Krist, taka mót honum sem persónulega frelsara þínum og eiga þannig náið samfélag við Guð. Þessar áherslu sem einkenna... Hvernig geti haldið að þegar þú segir þetta svona, að þú sett bara að lýsa mannesku sem tekur það skref ákveða að lifa sem trúi manneskja? Jú, að sjálfsögðu við getum alveg sagt að þetta einkennir rómversk-kaþólsku kirkjuna, rétttrúarkirkjuna og það fram til götunum. En þessi ofur áhersla á persónulega trú, það sem tekur trúarlegum sinnaskiptum, þessi evangelismi mótast í Evrópu tölv mikið á 18. öld og þróast yfir í innan mismunandi kirkjudeilda eftir hvað lönd að ræða og þegar þessi stefna berst til Bandaríkjanna, þegar Bandaríkjanna að þenjast út á 18. og 19. öld og fram eftir 19. öld, þá verður á ýmsum ástæðum grundvallar munur í ýmsum kenningalegum efnum og áherslum milli evangelismans í Bandaríkjunum, Norður-Ameríku og í Evrópu. Og það kemur til að því að það myndast ákveðin lítill sértrúarhópur í Englandi, Bretlandi snemma á 19. öld sem kallast Plymouth-bræður og upphafsmaður þess hóps hét John Nelson Darby. Hann var upphaflega anglikanskur prestur, prestur í ensku kirkjunni en hann hrökklaðist hann í burtu vegna ýmissa sér áherslna sinna og hann stofnaði sér trúarhóp innan kristindómsins sem lagði í fyrsta lagi gríðarlega áherslu á óskeikuleika biblíunnar, allir texta biblíunnar séu jafngildir og það sem var sérstaða hans að hann boðaði útfærslu á endatímunum í formi ráðstöfunar kenningar eins og það kallast á ensku dispensationalismi sem snýst það að heimsögunni skipt í 7 mismunandi tímabil þar sem Guð miðlar náð sinni með stigvaxandi hætti og 5. tímabilið tímabil lögmálsins sem endar með krossdauða Jesú, sem kemur tímabil náðarinnar sem kirkjusagan og það sem hann býður síðan eftir í 1000-áraríki sem yfirvofandi þá og þegar og hann gerði ráð fyrir og þetta svo til öðruvísi framsetning en við finnum hjá öðrum kristnum trúarhópum fram á þessum tíma og á þessum tíma að hann sagði að 5. tímabilinu var ekki lokið, það var nokkur ár eftir, 7 ár eftir af tímabili lögmálsins og hann sagði að þegar tímabili náðarni líkur sem verður þá og þegar, þá mun náðartími lögmálsins sömulegis ljúka en áður en því kemur voru öllum kristnum mönnum safnað saman sem sannkristnir og þeir hrifnir upp til himna það svo kallu uppurtrimningarkenning og hann segir að við tækið þá þrengingatímabil í 7 ár undir stjórn Antikrist sem verður síðan steypt á stóli þegar Jesús kemur í annað sinn, Jesús kemur í fyrsta sinn til þess að hrífa eina kristnu upp til himna, sem kemur aftur í lok þrengingatímabilsins og steypir Antikristi af stóli og við tekur þess að 1000 ára ríki, hið fullkomna kristna ríki undir beinni stjórn
Jésu Krists og Þetta segja þetta vegna þess að stór, líklega marga milljónir Bandaríkjamanna upplifa það að þessi tímamót séu framundan og það sé okkur ætlað að taka þátt í þessari baráttu. Já, og það skilgreinir kannski svona ákafan og heiftina sem eru í makabyltingunni. Hann sem sagt sendi trúboða markvisst til Bandaríkjanna til þess að styðja kristna trúarhópa sem að breiðast út eftir því sem Bandaríkinn þenjast út og hann gefur út alveg gríðarlega mikið af prentuðu efni þar sem hann færi rökstuðning fyrir þessu öllu. Bandaríkjamenn höfðu ekki svo mikið af svona útgefnu efni og hann fer sjálfur til Bandaríkjanna og vingast við leiðtoga innan hinna ýmsu kirkjudeilda sem skilgreina sig sem vakningakristindóm sinna og það þýðir að þessi sýn hans á heimssöguna á endatímana mótar rosalega mikið Norður-Ameríku menn að þetta hefur ekki áhrif á evangelisman, vakningakristindómin í Evrópu, í Þýskalandi, á Norðurlöndunum til dæmis. KFM með dæmi vakningakristindómshreyfingu en algjörlega ólíkt þessu í Bandaríkjunum og það ekkert svona. Þvert á móti evangelismin í Evrópu á þessum tíma gengur ekki út frá því að það sé einhvað bókstaflegt þúsundaráríki framundan, heldur tákræn merking lögð í þetta og þúsundaráríki getur verið alltaf miklu fremur sem bara kirkjusagan sem heild. Þannig að antikristur sístætt fyrirbrigði. Við getum greint antikrista út allt, andkrista eins og við talaðum í Nýja testamentinu. Mótmælendur áttu það til að segja páin í Róm væri antikristur og það skiptir ekki máli hvaða pái þetta væri en þeir í Bandaríkjunum að bíða eftir ákveðna einni persónu sem kemur. En svona birtingarmyndir antikrist eins og andstæðan við transfólk og annað slíkt, er það inn í þessari hefð? Sko, vegna þess að þið skilgreina sig sem bókstafstrúarmenn og leggja jafnan skilningi alla texta biblíunnar Þið gera það reynda líka við stjórnarskrána, ef það er ekki stjórnarskránni þá er þetta bara ekki til. Jú, þegar við komum til makarhreyfingarna sannarlega, þá náttúrulega öðlast stjórnarskráin sama vægi og ég get nefnt í því sambandi að þú getur keypt Trump-biblíu í Bandaríkjunum, það sem búið að bæta stjórnarskráni bandarísku við biblíuna, það er bara hluti af helgirítasafni biblíuna og ýmis önnur grundvallarrit bandarískra þjóðurni sinna eru konar þar með og þú getur keypt jafnvel áritu eintök af þessari biblíu af Trump finnur bara að googla þetta og finnur síða sem getur keypt þetta en sko Ég sá viðtal við mannum daginn sem var mætti með 2 biblíur og meðal annars Trump-biblíuna en sko það sem fylgir þessu er að þeir hafa gjarnan mjög íhaldssama afstöðu til siðferðisefna, til kynferðisefna, til hjónabandsins og það sem bættist líka við er það að til dæmis þegar Charles Darwin kynnti til sögunar þróunarkenninguna á 19. öld að þá voru það Plymouth-bræður sem höfðu fórust það í Englandi að ráðast gegn þróunarkenningunni og gefa út rit þar sem þeir stiltu upp sem sagt sköpun og þróun sem andstæðum og reynda að steypa sköpun á textum biblíun og sköpun á sögum biblíunar strax í upphæð biblíunar 2 aðgreindar sköpunarsögur að þeir reyna að þeir líta svo á að þetta sé allt saman ein heild þá reyna þeir að samþætta þetta allt saman í eina sköpunarsögu stilta þessu upp sem andstöðu og setja þetta á oddin í Bandaríkjunum sem þýðir að evangelískar hreyfingar í Bandaríkjunum hafa tölverða tilhneigingu til þess að fara í stríð við þróunarkenninguna
og að vilja að sköpunarkenningin sé líka í skólum? Já, eins og þeir stilla þessu upp. Þetta var ekkert svo mikið vandamál í Evrópu innan vakningadóms, kristindóms sinns þar eða annarra kristinna kirkjudelda. Þetta var fyrst og fremst sektist fyrirbrigði í Englandi upphaflega, Plymouth-bræður, sem skila sér inn í kristindómin í Norður-Ameríku og margir kristni trúarhópar í kjölfarið sem voru þá nýir eða komu síðar fram eins og til þess vottar Jehóva, þeir sem sagt sömuleiðis settu þetta á oddinn. En vegna þess að Plymouth-bræður höfðu aðgengi að evangelistum innan ótal trúarhópa, kalvínskra, þar með baptista, lúterskra og... Þetta voru áhrifavalda síns tíma sem að beittu samskiptatekninni á lukkulegan hátt fyrir sig. Já, en fyrir vikið sko, þetta flóran sem makarhreyfingin sem... Og inngróin inn í bandaríska þjóðarsál allavega hluta bandaríkjamanna. Já, en ef ég má flækja málið aðeins, þá þó að evangelismin sko sé í rauninni stefna sem meðal fjölmarga kristinna trúarhópa og kirkna í Norður-Ameríku, að þá getum við líka sko greint evangelisman á skalanum frá frjálslyndi yfir í fundamentalisma og allt þar á milli. Það að segja að þessi skilgreina sig sem evangelista, þeir eru sem sagt á skalanum frá frjálslyndi þar sem þeir samþykkja gagnrýnar biblíurannsóknir, leggja textana ekki að jöfnu, eru að verða í sívaxandi mæli jákvæðir gagnvart samkynhneigð. Eitthvað svo svipað íslenska þjóðkirkjan? Já, eins og skoðanakannanir sína, yfir í að verða mjög íhalsamir, til dæmis meðal íhalsamasta anga evangelista eru suðuríkjar baptistar eins og Jerry Falwell eldri sem látin og sonur hans Jerry Falwell yngri sem var tengdur Kirk sem var myrtur núna daginn og var samstarfsmaður hans tíma og síðan ákveðin klofningu sem verður 1920 í Norður-Ameríku meðal evangelista þegar það kemur í rauninni sérstök hreyfing fram sem kallar sig fundamentalista, sem bókstafstrúarmenn og þeir eru í rauninni ultra bókstafstrúarmenn sem líta svo á að evangelíska flóran sé í rauninni allt of frjálslynd og jafnvel Jerry Falwell og félagar eru allt of frjálslyndir og þessir aðilar eru meðal þeirra sem sko eru harðir stuðningsmenn makarhreyfingarinnar á Trumps. Skúli, við lifum, stundum sagt að við lifum inn að bandarísku öld, við lifum einhvern veginn inn í menningarheimi Bandaríkjanna og það sem er gert í Bandaríkjunum kemur hingað, getur verið bara hugmyndur mataræði og alls konar hluti sem að flæða hingað yfir. Og einhver leyti hafa þessar hugmyndir sem eiga rætur í þessari evangelísku kirkju Bandaríkjamanna koma inn í pólitíkina hérna kannski án þess að vera átakamál inn í kristni hér. Það er ekki þannig að það spretti fram kröfur, nú segi ég bara krossinum eða eitthvað svoleiðis baráttu gegn þungunarofi eða annað slíkt. Heldur verið það bara að koma beint inn í pólitíkina þessar hugmyndir. Til dæmis að kynin eru bara 2 sem ég veit ekki hvort að þessi deilt þetta innan kristna söfnuðu hérna en allt í einu er þetta orðið risamál í pólitík og við værum líklega ekki að ræða nema út af þessum grunni sem að Bjarni var að fara yfir. Akkurat, og náttúrulega glæsileg yfirferð hjá Bjarna sína í rauninni þessar sögulegu rætur og það má svo sem kannski ekki, það er nú ekki miklu við þetta bæta en það er til dæmis mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig ákveðnir, í rauninni hvernig þessi angi sem hann er að lýsa tegir sér til að mynda til Suður-Ameríku.
þar sem að voru kaþólskir prestar, svo kallar frelsunarguðfræðingar sem héldu uppi mjög virku andófi gegn herforingjastjórnum í þessum löndum og gultu fyrir það með lífi sínu og færðu fyrir það mikla fórni, voru sættu pyntingum. Það ekki beint skoðanabræður Charlie Kirk? Aldeilis ekki. Það eru sem sagt guðfræðingar sem sjá köllun sína í því að bæta félagslega stöðu fólks í þessu samfélagi, greina með mjög skýrum hætti ofbeldis öfl sem að kúa fólk og steypa samfélagunum í rauninni fram að bjargbrúninni eins og dæmin sína. Og það sem svolítið áhugavert það ekkert, mér finnst það afar áhugavert satt að segja, það til dæmis að á þeim tíma þegar að þessi mál standa sem hæst í Suður Ameríku, þá njóta þessir guðfræðingar ekki stuðnings frá Vatíkaninu. Jóhannes Páll Páfi sem þá við lýði var auðvitað mjög upptekinn af hægri og vinstri, kommunisma og vestrænum hugmyndum og auðvitað mikill andstæðingur kommunisma, sá í þessum guðfræðingum vinstri sinnaða hugmyndafræðinga og í rauninni veitti þeim ekki þann stuðning sem þeir þurftu á að halda og þá gerist það að í því tómarúmi sem myndast í Suður-Ameríku að þá kemur einmitt þessi straumur amerískra hugmynda inn og þetta sjáum við birtast á margvíslegan hátt. Bolsonaro til dæmis sem var forseti Brasilíu, hann til dæmis hluti af þessum hugmyndaheimi og afstaða hans til að mynda til náttúruverndarmála með Amazonskóginn og það allt saman, það fléttar svolítið saman við það sem Bjarni var hér að tala með einhvers konar heimsenda hugmyndir sem að jafnvel eyðing regnskóganna gæti flýtt fyrir einhverju slíku. Þetta er alveg skelfileg hugmyndafræði og hér sjáum við í rauninni hvernig það gerist þegar jákvæðu öfl innan kristninnar, eins og ég leyfi mér að kalla frelsunarguðfræðingana, þeir voru, þegar að þeim ýtt til hliðar með ofbeldi og skorti á nauðsynlegum stuðningi, að þá koma þessu öflin í staðinn. Og svo getum við spurt okkur, hvað hefur gerst á Íslandi? Sko, íslenska þjóðkirkjan eins og við þekkjum hana á rætur að rekja til hugmynda á meginlandi Evrópu, frá aldamótunum 1800, sko, eftir upplýsinguna og í kjölfa og svo þegar Napóleon æður allt og turnar hinni gömlu skipan Evrópu, þá koma fram þær hugmyndir að kirkjan í þessum löndum verði í eigu þjóðarinnar eða fólksins og þaðan eigi raunverulega kirkjan að sækja vald sitt. Og upp úr þeim hugmyndum mótast samfélag kirkjuna sem ekki lengur málpípa yfirvalda, heldur endurspeglar á einhvern hátt þá grósku og þá fjölbreytni sem býr í samfélaginu sem kirkjan hluti af. Við aftur á móti. Íslenska kirkjan hefði nú mátt stíga lengra í þá áttina. Maður hefur stundum á tilfinningunni að kirkjurnar í Svíþjóð og Noregi hafi gert það með leikmannakirkjum sínum, en við höfum verið aðeins svo mikil embættismannakirkja eða hvað? Já, og þegar við greinum þau megin á kirkjunu okkar, þá erum við líka að spegla hana við þær hugmyndir sem hún á að byggja á. Það er bara akkurat til undirstrikunar á því hvert eðli kirkjunar Það sem hefur verið að gerast, ég held að við þurfum ekki að fara aftur nema kannski 3-4 ár. Heil kynslóð ungs fólks, heilu árgangarnir eru lokaðir inn í herbyggi. Þeir sitja með skjáin fyrir framan sig. Þeir fá inn hugmyndirna sem Bjarni hér að lýsa fylltislaust. Það komið fram hér að þegar ég hef spurt fólk hvort að vita hvað Charlie Kirk var, að þá það yfirleitt svarið það að ég vissi það ekki en ég spurði börnum mín. Og 17 ára strákur minn, hann held sko langa fyrirlestur Charlie Kirk. Og hann selsti vinur hann inn í herbygginu. Akkurat. Þetta sú breyting sem ég held að hafi orðið og við getum tengt það við í rauninni sóttkvína sem þjóðin var í á tímum faraldursins að þarna koma þessar hugmyndir svo sterkt inn og við erum auðvitað voða róleg með börnin okkar inn í herbyggi, þau eru ekki út á götu í myrkrinu en þarna koma allskins hugmynda straumarinn sem eru okkur framhandlegir fyrir mér sem að náttúrulega bara samgróin þjóðkirkjunni þá koma þessar hugmyndir frekar óvæntri átt. Það að segja að þetta ekki hugmyndir frá einhverjum svona
þessum jaðarhópum í trúarlega litrófi sem við kannski munum eftir hérna frá árum áður, Gunnar í krossinum og svona. Nei, það er að koma bara svona eins og bara svona hreyfing af ungu fólki sem að hefur tilengað sér þessi sjónarmið. Sem ólíkt því að krossin á kannski að rekja ætti sínar í veginn og ungt fólk með hlutverk sem hreyfing sem að kemur frá Svíþjóð eða ekki eitthvað. Þetta er ekki svona amerísk hreyfing það? Nei, ekki alveg þetta. Krossin klofningur úr Hvítasunukirkjunni hér á landi og Hvítasunukirkjan aðgreind frá náðagjafavakningarhreyfingunni sem skila sér hérna 1972 og áfram og hún kemur inn að þjóðkirkjunar og K5 og K og sem innan þjóðkirkjunar og náðagjafavakningin hún síðan klofnar í ungt fólk með hlutverk ákveðin vakningarhreyfingu sem vildi starfa innan þjóðkirkjunar en marg klofnar síðan í ýmsa trúarhópa eins og veginn, trú og líf og þjóðkirkja kannski tók ekki á móti þessari... Já, þeir gáðust upp á þjóðkirkjunni í þessum efnum en sko þarna erum að reynda að ræða vakningarhreyfingu sem kemur frá Bandaríkjunum sem sagt birtingamynd evangelismans í Bandaríkjunum og þá skila sér þessi viðhorf sem ég var að lýsa í gegnum þessa nýju trúarhópa en Hvítasunukirkjan reyndar á líka ræturrekja til Bandaríkjunum í upphafi 20. aldar en það var mikill munur á milli krossins og hinnar trúarhreyfing hinnar hópana og mikill spenna þar á milli og svo fór að sumir af hinum trúarhópunum voru á mörkunum að samþykja krossin jafnvel sem kristið trúfélag vegna þess að það var svo mikill kenningaleg munur í ýmsum efni. Ég skrifaði bók þetta sem háskólaútgáfan gaf út fyrir aldamót þar sem ég fór ofan í kenningar krossins, bakgrunn þess og spennuna sem var milli krossins og hinna trúarhópana. En sem sagt náðagjafavakningarhreyfingin með ýmislegt sameiginlegt frá Hvítasunukirkjunni, það er þessi áhersla á náðagjafar heilags anda að tala tungum og skýrn eða fyllingu heilags anda eftir hvernig það er skilgreint. En náðagjafavakningarhreyfingin var sem sagt með Hvítasunnu áherslur en skilaði sér inn í aðrar kirkjur, inn í rómansk-kaþólsku kirkjuna, inn í lúthersku kirkjunar, kalvínsku kirkjunar og þannig koll á kolli og úr þeim spruttu síðan fram fjölmargir nýjir trúarhópar sem ég vil kalla sig bara evangelískar kirkjur víðsvegar í Bandaríkjunum og eru með þessar náðagjafavakningar áherslur geta unni með Hvítasunumönnum vegna þess að þeir eiga svo margt sameiginlegt en skilgreina sig ekki sem Hvítasunnumenn. Ég ætlaði nú ekki að draga aftur að þessum kristusöfnum hérna á Íslandi vegna þess að kenningin eiginlega svo að áhrifin af þessum hugmyndum svona heimsenda hugmyndum ekki að koma frá þeim hérna frá veginum og krossinum og Hvítasunum. Jú, sannarlega, það koma frá þeim. Hér á landi frá Bandaríkjunum, það sem að kemur inn í samfélagið og inn í samfélagsumræðuna sem við sjáum á samskiptamiðlum og svona kemur úr þessari rót sem að Skúli var að vitna í sem eru drengirnir oftast sem eru inn í herbyrgi og þar kemur þetta bara beint af YouTube, beint frá mönnum eins og Charlie Kirk og miklu fleiri sem eru að boða einhverja stjórnmálastefnu í krafti Jesú Krists og var að segja og veifa Biblíunni og segja kynin eru bara tvö réttur staður konunnar er að þjóna karlinum þannig er hún hamingjusöm þannig þær konur sem ég þekki eru hamingjusömmar sem þjóna karlinum það er konur sem eru að reyna að lifa lífi karlsins eru óhamingjusömmar og það er nú bara sagt frá því hérna í Biblíunni að þetta er leiðin sem að konan á að fara og svo farum við til göttunum þannig það er verið að veifa Biblíunni sem ég býst að ykkur þykir vænt Já, það er náttúrulega gengur þá inn í mjög áhugaverða leyfi ég mér að segja túlkunarsögu á Biblíunni sem að það sem að menn hafa til að mynda litið sem svo á til þess að Gamla testamentið með öllum sínum í öllum sínum tilbrigðum rit sem er náttúrulega skrifað og unnið á gegnum fjölmargar kynslóðir
að það sé í rauninni, við túlkum það út frá ákveðnum hætti. Það er náttúrulega sko uppgjörið við bókstafstrú er ævafornt innan kirkjunar og má rekja í rauninni til bara skrifa kirkjufæðrana á fyrstu öldum kristninnar, þar sem að þeir eru í rauninni að vinna með það hvernig við túlkum þessa texta biblíunar út frá sumt af því bókstaflega sem sögulegar heimildir og sumt af því til sem allegóriur og sumt til huggunar En sko, má ég skjóta inn, það ekki þannig að það er bókstafstrúamaður að taka það bókstaflega, að það myndi að trúa að allt sem í biblíunni var jafnsatt en það er ekki þannig. Þessi menn sem að veifa biblíunni, þeir sækja það sem í biblíunni sem styður þeirra hugmyndir. Og þeir horfa fram hjá alls konar hlutum öðru sem getur grafið undan því. Þannig að bókstafstrúamaðurinn, hann er ekki bókstafstrúamaður, hann bara, hann notar biblíuna sem vopn. Já, hann gerir það. Vandinn í þessu að þegar maður skoða þá sem skilgreina sig sem bókstafstrúamenn, hvort sem þeir viðkomandi trúarhópar kalla sig fundamentalista eða að ræða slíka einstaklinga innan hinna ýmsu kirkjudelda eða trúarhópa, að þá eru þeir ekkert sammála það hvernig eigi að túlka textan. Þeir geta sagt, jú, textin er óskeikull og allir textarnir eru jafnir, en innbyrðis allur gangur á því hvernig þeir túlka textana og vissulega getur þetta tekið á sig þá mynd að þeir eru í rauninni að nota viðkomandi texta til þess að réttlæta það sem þeir vilja í pólitískum efnum eða í daglegu lífi fólks. Skori, má ég spyrja einu? Hefur orðið varfið drengi sem að horfi inn í unglingaherbíð og fundi þar Krist eins og hann boðaður hjá svona youtuberum og áhrifavöldum og sem að koma og banka á kirkjuna og vilja fá þjónustu í slíku söfniði. Þetta er mjög góð spurning. Ég myndi nefnilega sko greina þarna sterklega á milli. Ég auðvitað kynnist fjölmörgum ungum einstaklingum sem að hafa orðið fyrir miklum áhrifum frá þessum áhrifavöldum á samfélagsmiðlum. Þeir eru að koma til okkar í kirkjuna. Og það finnst okkur að vera alveg stórkostleg tækifæri og við erum í miklu samtali við þessa einstaklinga. Eins og ég hef reynt að útskýra og Bjarni enn betur, þá er mjög mikil munur á þeirri hugmyndafræði sem við höfum stöndum fyrir og boðum og svo aftur á móti þessum evangelisma vestanhafs. Svo það fyrir okkur. Það þessi drengi sé að koma í hvað geitarhús að leita ullar? Ég held ekki, ég held þeir séu bara leitandi. Þeir eru, þessi kynslóð eru margt mjög áhugavert og sumuleyti framúrskarandi. Þau eru náttúrulega að fá alveg óhemju mikið efni til sín og þau eru vön því. Svo tökum dæmi þennan voða atburð sem átti sér stað, við byrjuðum að tala Þetta er einstaklingur sem er í kappræðum við allt og alla. Þetta er dýnamík. Það verður bara að segja eins og og þetta eru einstaklingar sem eru vanir því að það er enginn sem talar í krafti einhvers embættis. Já, viðkomandi hefur sannfæringarkraft, viðkomandi hefur panel, viðkomandi hefur fylgjendur, þá leggja þeir eyrun við því. Þannig að þetta er ekki svo höfðingja hollusta sem kannski okkar kynslóðir eru aldar uppi. Ef einhver var með einhver titil að þá buktaðu mennsi fyrir honum eða hvernig það nú var. Þannig að þetta eru einstaklingar sem eru leitandi, koma líka. Svo ég fái nú kannski aðeins að greina ástandið úr hinni áttinni. Úr ákveðnu afstöðu leysi sem hefur einkennt áratugina á Íslandi. Hér hefur verið mjög sterk undirliggjandi boðun það að halda fólki frá þessu, ekki komin í kirkjurnar, höfum ekki krossin sýnilegan, við erum ekki kristin þjóð, þetta heyrum við út um allt. En hvað erum við? Fyrir hvað stöndum við? Svo er bara heil kynslóð ungu fólki sem fær boðskapinn til sín, þessum að eru menn sem eru grjótharðir sinni afstöðu, hversu ósamála sem við kunnum að vera þeirri afstöðu við miðaldra fólki og þetta hefur bara mikil áhrif á þetta fólk. Svo koma til okkar eftir messu, spurja áleitinna spurninga og hvílík gæfa sem það nú er að fá að eiga í samtölum við þetta fólk sem að sumu leyti, eins og þú nefndir áðan, hefur miklu meiri þekkingu á samtímanum heldur en nokkuð tíma ég.
vegna þess að þetta er samtíminn í rauninni allar þessar raddir sem óma í hlaðvörpum og myndbrotum og myndskeiðum og öllu mögulegu á veraldavefnum og ég tala nú ekki þegar að gervigreindin bætist í þann kór þannig að við erum bara, og þetta fólk sem við erum að vinna með við erum mikið gæfu fólk að fá að vera innan þessa ungu menn sem að koma og það skal alveg vera skýrt í mínum huga að þetta eru afbragðs einstaklingar. Þeir hafa fengið vissulega mjög svona áhugaverða en já, hugmyndir sem ég get ekki nokkuð ná tekið undir ekki í þessum siðferðislegu efnum. Þar af leiðandi finnst okkur líka dásamlegt að geta spjallað við og rætt við og miðlað okkar hugmyndum. Kristur er náttúrulega fyrirmynd okkar, gengur inn í samfélagið, finnur fólki sem stendur þar á jaðrinum og á samfélag við það. Já, Skúli, Kristur er líka það sem við búum til og það getur einn kristinn maður boðað ykkur að kristmynd og annar gert það með öðrum hætti. Og stundum er fólk bara eins og Jón Helgason segir að nugga sér upp fyrir Krist og að taka hann til vitnis að ég hef rétt fyrir mér. Já. En hver er kristmynd þeirra evangelista sem að hér hefur verið lýst? Þeir leita í lögmálið. Já. Þeir leita í handahófskæða svona bara reiði Guðs velja eftir því sem þeim hentar tiltekin ákvæði einkum úr Gamla testamentinu eitt úr Guðspjöllunum en yfir það heila þegar Guðspjöllin eru lesin í sínu rétta samhengi þá finnum við það að boðskapur Jesú er iðulega sá að gefa gaum að því fólki sem stendur í jaðrinum og þegar þessi flotti fyrirlestu Bjarna trúarhreyfingar vestanhafs þá má ekki gleyma því að það voru kvekarar, kristin trúarsöfnuður sem að steigu upp fyrst reyndar á Englandi á 17. öld og svo enn meira í Bandaríkjunum William Penn sem Pennsylvania fylkið heitir eftir sem að voru þeir sem að í rauninni komu því til leiðar að þrælahald var afnumið í Bandaríkjunum fóru frá einum búkari til annars rættu við búkars eigendurna og afnundu þrælahald á þeim grundvelli að allir menn eru skapaðir jafnir og að gullnareglan eigi að gilda í samskiptum fólks. Þannig að hér er sannarlega mörgu að taka og þegar við erum með svona breiða fylkingu eins og kristið fólk nær líka langt aftur í tíman að þá kennir það ýmissa grasa. Þessi Guðs sem er boðaður af þessum áhrifavöldum, þetta er hvítu Guðs, okkar hvítu karla. Ég hef séð hellingaefni frá makaliðum þar sem við getum hæglega stilt þessu þannig eða skilja þetta þannig með allri þessi áherslu á vægi hvítra og hvíti séu útrýmingarhættu og demokrata séu að vanda sig við það að stuðla að slíkri þróun. En þetta það sem hluti af þessum efsta degi sem við höfum að taka þátt í barðunni. Já, þetta er samt ekki alveg undir árás. Þetta er samt ekki alveg einsleit sko og þessar kristnar hreyfingar sem Maka sækir stuðning til þær eru eins og ég sagði sko margvíslar til þess að við skoðum hvað Kirk var að segja í þessum efnum að þá er jafnvel þó hugmyndir hans hafa verið að þróast í gegnum árin að þá er þetta ekki heldur einhlít hjá honum. Hann er í góðu samskipti fjölda blökkumanna til dæmis. Að má finna ýmsa texta frá honum og ýmislegt sem hann segir sem bendir til þess að hann hafi verið sko hallur undir hvíta kynþáttahyggju í ýmsum efnum. Hann til dæmis talaði það að það væri stemdi það að hvítir eruðu undir í bandarísku þjóðfélagi og það skipta hann máli. En hann mikið það að sko rasismin í Bandaríkjunum beinist gegn hvítum. Það sé ofbeldi svartra og annara kynþátta gegn hvítu sem er eiginlega vandamálið. Já, hann gerir það. En
hann sagði líka sko, það er bara einn kynþáttur, sem skiptir ekki máli hvort þú ert hvítur eða svartur. Ég búin að hlusta myndbönd með honum til dæmis það sem var að tala það að gagnvart Guði þá engin munur á fólki hvaðan svo sem það kemur, hver uppruninn þeirra og það fremst til göttunum. En ég hef séð síðan líka sko, ég tók með mér hérna eina makabók sem var metsölubók í Bandaríkjunum í fyrra, Unhumans, sem svona eitt af gallharðasta sem ég séð í þessum efnum. Þar náttúrulega hvít kynþáttahyggja sett á oddinn og þar sá kristindómur fordæmdur sem leggur áherslu á miskunn, náð og það sagt trúvill að tala að Jesús sé svo náðugur og jákvæður og góður. Hann þvert á móti konungurinn, sá sem drottnar og samfélagið á að vera alræðis þjóðfélag undir sterkum leiðtoga sem kristinn og tryggir það að þjóðfélagi sé því sem stjórnað eftir í rauninni ígildi lögmáls. Þannig að fagnarendi þarna verður í rauninni að ísköldu lögmál og það sem svo óhugnalegt líka við þessa bók að sér það titlinu Unhumans að hún skiptir mannkyninu í tvennt. Það að segja annars vegar þá sem eru mennskir og hinna sem eru ekki mennskir, eru djöflar, eru illir og þeir sem eru ekki mennskir, það eru allir þeir sem eru skilgreindir sem vinstrimenn af höfundunum, allir þeir sem eru uppteknir af mannréttindamálum, djöflar eins og Nelson Mandela eða Martin Luther King og það framtu kótunum sem allir stórhættulegir. Íhaldsmenn á hægri vanginum miklu einfeldningar vegna þess að þeir vilja fylgja leikreglum lýðræðis og ræða og vinna með vinstrimönnum. En fyrirmyndirnar eru hérna jákvæðu, það eru Rómakeisar, það Napoleon Bonaparte, það Franco á Spáni, fasistinn, Pinochet og ýmsir slíkir. Og hvert vægi þessara bókar? Af hverju dreg ég hana fram? Jú, vegna þess að hún ekki bara var metsölubók í Bandaríkjunum síðastlið sumar. Formálinn skrifaður af Steve Bannon sem færi það rökstuðning fyrir því að þetta sé sko sín makarhreyfingarinnar og þeir sem að hampa bókinni hérna og rökstyðja það af hverju þeir að hampa bókinni J.G. Vance, núverandi varaforseti Bandaríkjanna. Sá sem tók við podcastinu hans Charlie Kirk. Já, til dæmis. Og Donald Trump, yngri, sonur núverandi forseta. Vinur Charlie Kirk. Michael T. Flynn og Tucker Carlson og þó að Kirk sé ekki nefndur á nafni í bókinni að þá kemur hreyfingin hans mikið við sögu. Þetta væri við ekki að tala hann ef hann væri stakur maður, við erum að tala við hann því að hann hluti af stóri hreyfingu. Já, en hreyfingin sem hann stofnaði sko Turning Point? Turning Point USA, hún lögð til grundvallar sem sko eitt megin víð í að berjast gegn þeim sem ekki mennskir og Chrisman Crossman. Já, og bókin gengur út af það að það eigi að taka upp starfsaðferðir þeirra sem ekki mennskir og beita það gegn þeim. Það að segja, ef þeir halda sér ekki á mottunni, þá bara að gera eins og var gert í Suður-Ameríku, fljúa með þá í þyrlum að hafa út að varpa með sjóin, drepa þá og víti til varnari til þess Lúðvík 16. sem barði ekki niður frönsku byltinguna. Þeir segja að það það sem við þurfum að gera. Þess vegna Franco hetja, þannig Pinochet hetja og þetta það sem staðan í Bandaríkjunum í dag. Það verður að brjóta aftur
stendur, demokrata, lýðræðisöflin, allir þá sem skilgreina vinstri, afnema í rauninni lýðræðið og þeir tala líka leggja mikla áherslu á algjört málfrelsi, en algjört málfrelsi snýr bara að hægri mönnum vegna þess að hinir ekki með í pakkanum, þeir eru ekki mennskir þeir eru almennskar, þetta bara eins og þetta undirmenns það mikla samsvaranir milli þessa þýska rits frá nasistímabilin sem ég held á hér og þessari bók makarhreyfingar Unhumans, meginmunurinn sá að þessi skilgreini gyðinga sem undirmenns reyndar í sósíalista og ýmis konar hópa aðra í leiðinni en makarhreyfingin það má finna gyðingahatara þar og nasista að mínu mati en að langmestu leyti virðist með makarhreyfingin ekki vera nasísk þó að við getum fundið ýmsar hliðstæður við það sem að gerast milli Þriðja ríkisins og kannski hvernig Trump að taka ýmsum málum en það fjöldin allur af gyðingum sem eru bæði andstæðingar Trumps og gyðingar sem eru í kringum Trump og nánast stuðningsmenn eins og Stephen Miller og sér náttúrulega það einkenni bandarísks evangelisma að stórun hluta, ekki öllu leyti en að stórun hluta hann sionismi, þar sem hann tekur undir gyðinglega sionismas og setur Ísraelsríki á oddinn og styður Ísraelsríki no matter what og þeir líta á Netanyahu til dæmis fasísk hetja í þessari bók. Herðu, Skúli, þetta allt gert í nafni Kristínar og þú ert prestur. Þarft þú að adressa þetta? Þarf íslenska þjóðkirkjan að horfa til þessa og kunna einhver svör? Já, ég held að sé alveg hárrétt að við þurfum að hlúa að okkar boðskap og okkar stöðu og okkar aðkomu að þessum brýnu málum. Það sækir stundum að manni svo grönur að þessi viðleitni að etja saman hópum eins og Bjarni lýsir að það verið að gera hafi þann tilgang að fá fólk, sérstaklega ungt fólk, til þess að beina athygli sinni frá þeim málefnum sem ættu að varða þau mest. Þar til að mynda að tala umhverfismálin. Þessir hópar hafa til dæmis mjög lítinn áhuga á því að ræða hlýnun loftslagsins, hækkun sjávarborðs, aukin ójöfnuð í samfélaginu og aukin ójöfnuð í samfélaginu. Alræði auðvaldsins sem leggst yfir samfélagið. Já, það eru bara þessi málefni sem eru, ég meina það hefur sennilega aldrei verið jafn mikill munur á þessu 1% sem heldur utanum mest auðæfi í heiminum og völd og allra hinna eins og akkurat núna. Og að manni sækir svo grunur að þetta sé hluti af þessum, ég tala stundum klið sem allt í kringum okkur. Það alltaf einhver afþreying í gangi, en þetta gengur lengra. Það verið að nýta í rauninni orkuna sem býr í okkur til umbóta og að grípa til aðgerða með því að benda á að það sé einhver annars konar hætta sem vofi yfir okkur. Hvíti kynstofni sé í einhverju hættu þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir því að það er jafnvel að verða eins og sumir fræðimenn halda fram bara ein útrýming fjölbreytileikans á pari við það sem var fyrir 250 milljónum ára þegar risaeðlurnar fóru. Þetta þannig að þjóðkirkjan sem í rauninni bara samfélag fólksins sem hún á að vera grundvölluð á kristnum gildum mannúð og skilning og virðingu og kærleika á gullreglunni, það ætti að vera okkar hlutverk að tala inn í þessar aðstæður. Þess vegna segi ég það, stórkostlegt þegar við fáum einstaklinga inn í kirkjun okkar, fólk sem hefur svona kannski tekið á móti þessum hugmyndum, ekki komið út úr, ekki slökkt á skjánum með fullkomlega mótaða sýn á það hvernig heimurinn eigi að vera, heldur mikið af spurningum í kollinum, frekar. Hvað segir presturinn í kirkjunum minni hinum megin við göttuna það sem að ég var að hlusta á rétt áðan?
Það getur verið erfitt að eiga í slíku samtali í tíma þar sem að kannski spurningin hvað sannleikur. Og það sama hvað þú segir, það eiginlega endalaus sönnun fyrir því að þú ert að ljúga vegna þess að það sem þú ert að segja stangast á við það sem að ég trúi. Og þú hefði náttúrulega aldrei sagt annað en það sem þú ert að segja akkurat núna og ég hefði alveg getað sagt það fyrirfram að þú myndir að segja akkurat þetta. Það kannast við að það eins og séu klofið samtalið. Já, og það bara svona, en að því sögðu, sá verulega að því að Bjarni er að bera saman hryllingin sem var í Þriðja ríki nasismans við það sem við erum að horfa upp á núna. Maður spyr sig enn að því hvernig venjulegt fólk gat unnið þau hryllilegu verk sem þar voru unnin. Ein skýringin kann að vera svo að það var náttúrulega gegndarlaus áróður. Það voru útvarpstæki sett í öll almenningsrými og þar gargaði Goebbels sinn boðskap það einmitt að það væri einhver meintur kynstofn í hættu og þau væru fórnarlömb gagnvart einhverju. Þetta ekkert ósvipað í rauninni þó að það séu þetta mikil blæbrigði þarna á milli. Þetta ekkert ósvipað. Það verið að tefla saman hópum fólks þegar við ættum í rauninni að vera að vinna saminuð í átt að bættum heimi. Þetta var í rauninni sú mynd sem við höfðum fyrir okkur þegar til dæmis kommunismin féll kommunista-ríkin féllu í lok 9. áratugarins. Þá spáðu menn því sem frægt að mannkynssagan hefði runnið sitt skeið. Það að segja mannkynssaga átaka og styrjalda hefði runnið sitt skeið og við værum núna að fara að ganga saminuð að markinu að búa til betri heim. Og svo náttúrulega hafa menn bent á það hvað eftir annað hversu léleg sú spá reyndist vera og sannfærandi því að við sitjum uppi núna margklofin fyrir sjáanleg eftir því hvar við stöndum á hvorum megin víglínuna við stöndum en eftir stendur þetta atriði sem við ættum öll að hafa í huga og spurningin sem við ættum öll að hafa í huga þessi áróður sem dynur yfir okkur, sérstaklega yngri kynslóðnar, hann til þess ætlaður að fá okkur til þess að líta fram hjá þeim málefnum og þeim hagsmunum sem varða okkur mest. Nú segjum við amen eftir efninu Skúli og Bjarni, kæra þakkir fyrir að koma hingað og við látum þetta verða lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hingað komið og Birni og Maríu fyrir að taka viðtöl og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafið byttu dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamennum frá efni sem þið hafið heyrt hér eða séð og þau finna okkur þá á ýmsum stöðum en ég minni líka á að það eru sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafi gerst áskrifendur sem að raunverulega knýja áfram samstöðuna og valda því að við getum byggt hann upp. Ef þú vilt slást í þann hóp bakjarla tilur að samstöðun sem mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi okkar, þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi sem fyrst. Þá ferð inn á samstöðun.is þar hnappur smástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2.750 krónur. Þú mátt bara góða meira þú vilt. Og því sem kjósið getur látið áskriftir en þessi félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það meitt Alþýðufélagið sem rekur samstöðuna. En ég þakka fyrir í kvöld. Við sjáumst aftur hér annað kvöld. Þá var það sagðar fréttir á samstöðunni á slaginu 8. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.